Það eru mörg fyrirheit Guðs að finna í Biblíunni og við erum hér í dag og alla daga, alla tilbeiðslu daga, einmitt vegna þess að við treystum þessu loforðum Guðs. Okkur þykir gott að lesa orðið og taka áskorunu drottins og bara gera að vilja hins almáttuga Guðs. En það stundum brestur á slíku. Það sem ég deili með ykkur í dag ekki til að dæma, ekki til þess að hrista upp í okkur svona með skömmum eða neinu slíku, heldur að hvetja. Og ég ætla að deila með ykkur hér í dag minni eigin reynslu af því að reynast Guði trúr og áreiðanlegur, sem að sjálfsögðu hægt að gera á margan mismunandi hátt, en við ætlum að halda okkur við ákveðna tegundar fyrirheitum og loforðum Guðs. Og þess vegna hef ég gefið þessari hugleiðingu minni í dag heitið eða yfirskriftina: Ert þú heiðaleg eða ert þú heiðalegur gagnvart Guði? Og þá fer ykkur strax að renna grunn í hvað ég ætla að tala um. Það allt í lagi. En við skulum rifja þetta upp og ég hvet ykkur til þess, vinir, að allt sem hér sagt og deilt með ykkur hér í dag, það samkvæmt Guðs orði. Guð elskar ykkur og hann þráir að verja allri eilífðinni með ykkur öllum, okkur öllum. Og ég leyfi mér að hlakka til þegar Kristur kemur samkvæmt loforði hans, birtist skyndilega í skýjum himinsins og býður alla þá velkomna sem hafa verið heiðalegir og treystandi honum í öllu, á öllum sviðum. En við skulum byrja í Malaki, síðustu bók Gamla testamentins, segja, eða þessi orð að finna: Ég, drottinn, hef ég ekki breytt mér, og þér Jakobs synir eru samir við yður. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. Hugsaðu ykkur, þetta Guð almáttur sem að tala þarna. Drottinn allsherjar stendur. Og hann vil hvetja okkur til dáða. Ekki eins og gyðingarnir fóru þegar mesta þjóðin brást honum. En þau byrja upp á nýtt. Og Malaki sá spámaður sem á síðustu bókina í Gamla testamentisins upptalningu. Og þar að finna ýmislegt fleira. Og við höldum áfram en þér spyrjið: Að hverju leyti eigum við að snúa oss? Á maðurinn að pretta Guð úr því að þér prettið mig? Þér spyrjið: Í hverju höfum við prettað þig? Í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér prettið mig. Sjáu hvernig að nota orðið pretta aftur og aftur. Og já, öll þjóðin færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt. Hugsið ykkur áskorunina. Bara einu sinni, reyniði mig, prófiði mig. Ég skora á ykkur, segir drottinn. Takið mig á orðinu og upplifið nýja tíma. Þetta allt það sem felst í þessu fyrirheiti. Færið alla tíundin í forðabúrið til þess að fæðsla, næring og matvæli, hvort heldur líkamleg fæða eða andleg fæða, að þetta allt sé til í húsi mínu. Og hann segir: Reyni mig nú á þennan hátt, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfir gnæfanlegri blessun. Mér finnst þetta alveg stórkostleg fyrirheit. Og það svo gaman að upplifa þetta frá degi til dags. Og þá segir þið: Já, en býttu nú við, nú þetta ætlast til þessa af mér, ég sem berst í bökkum,
Við látum Guð þetta. Hann gerir sjálfa sig ábyrgan og segir bara, prófaðu mig, reyndu. Smakkaðu á fyrirheitum mínum, hvort að ég efni ekki þessi fyrirheit. Hann hefur aldrei brugðist og í 70 ár sem að ég hef leitast við að skila 10. til drottins allsherjar, hefur hann aldrei brugðist mér eða minni fjölskyldu. Það er ekki það með sagt að það hafi ekki stundum reynt á, það er ekki það með sagt að það hafi ekki verið stundum erfitt að eiga fyrir öllu reyningunum, en að vera Guði trúr í þessu atriði er vel þessi virði vinir, að þreyja og þrauka og bara treysta Guði alveg fram í rauðadauðan, hvað sem ágengur í lífi okkar, einnig hvað fjárhagslega getu eða heilsu snertir. Þið takið eftir því að ég nota orðið að skila, ekki að borga eða greiða, eins og viðskipti væri að ræða að kaupa eitthvað í búð og borga fyrir. Að skila 10. til Guðs er í reynd trúaleg ganga með Guði. Og sama á við aðrar fórnar gjafir. Allt snýst þetta trúar reynslu. Treystu mig, segir drottinn. Og hann innifyllir ekki bara 10. í þessu fyrirmæli sínum og fyrirheitum, heldur öðrum gjöfum. Það er aðra fórnir. Margt annað þetta gefa til í Guðs málefni sem er þessi virði að við tökum mark á honum. Og Abraham, hann meira sér skilaði 10. af því sem að hann var viðhafast í þá daga sem sagti frá í 1. Mósebók í 14. kafla. Hann fór í hernað og vann stóran sigur af því að Guð hafði lofað honum að vera með honum og hann skilaði 10. af öllu herfanginu. Og svo að það eru alls konar kringumstæður sem að Guð ætlast til að við skilum 10. hlutanum af því sem að við öðlumst til hans. Í 28. kapitúla í 1. Mósebók segir, og Jakob, það er að segja eftir að hann laug að föður sínum, stal frumburðarréttinum frá bróður sínum og þurfti að flýja upp á líf og dauða í burtu og var fjarverandi í áratugi frá ástvinni sínum og heimahögum. Þá gerur hann á flóttanum þetta fyrirheit, ef Guð verður með mér og varveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast og ef ég kemst farsalega aftur heim í hús föður míns, þá skal drottinn vera minn Guð. Og þessi steinn sem ég hefi uppreist til merkis skal verða Guðs hús og ég skal færa þér, segir Guð, 10. af öllu sem þú gefur mér. Sjáu þið hvernig hann orðar þessa hluti. Ef Guð er með mér og hann er bara að byrja göngu sína á flótta því að hann hafði stólið, hann hafði logið, nú yðræðist hann. Hann var án allra ástvina sinna eða heimahaga eða alls þess sem að heimahagarnir buðu upp á. Hann fann sig aleinan úti þannig í eyðimörkinni. Þá talaði við Guð og gefur þetta loforð og hann gefur ekki Guði tækifæri til þess að sanna sig allan tíman. Hann byrjar strax og þið þekkið alla söguna og ekki að þá ættið að lesa það þegar að Jakob kom til frænd fólk síns og kynntist þar konuefni sínu og jafnvel 2 og hvernig allt blessaðist hjá honum. Jafnvel þó að frændin sem var eigandi alls fjár þarna þurfti að breyta launum þeim sem að gaf Jakob ítrekkað til þess að reyna að svindla á honum, að svindla á Jakob. En Guð blessaði Jakob, sama hvað var gert. Og svo að Jakob byrjaði strax að reyna Guð og gefa hann tækifæri á að blessa sig frá degi númer 1 þarna úti í eyðimörkinni.
Svo förum við í Markús í 12. kafla. Þar Jesús á ferð og þá koma leiðtogagyðingar að máli við hann og segja við hann, leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki. Eigum við að gjalda eða ekki gjalda, hvað þeir voru að freista hans. En hann sá hræsni þeirra og sagði við þá, hví freysti þér mín? Fáið mér denar, þetta var 1 peningur. Látum við sjá, þeir fengu honum pening. Hann spyr, hvers mynd og yfirskrift þetta sem satt á peningnum? Þeir svöruðu keisarans, en Jesus sagði við þá, gjaldi keisaranu það sem keisarans og Guði það sem Guðs Og þá furðaði stórlega á honum. Hann lék á þá. Þeir ætlaði að flækja hann í svörum hans til þess að gætu ákært hann. Og ég endurtek hér að það gott að temja sér að standa Guði skil á tíundinni eða öðru fórnargjöfum en síður að nota orðið að borga. Þetta bara hvatning af minni hálfu. Því að það breytir öllu í hugsanagangi okkar. Við erum ekki að borga Guði eitthvað og það felur í þess að við erum að kaupa eitthvað frá honum. Nei, við erum að skila því sem hann á og hefur trúað okkur fyrir og segir skilið þessu til mín, það að segja bara 10. hlutanum. Og það snýst all þessi hugleiðing og hvatning mín til allra sem áhlýða að reyna Drottinn á þennan hátt. Í öðru Korinthubrefi 9. kafla segir þetta, segi ég, sá sem sái sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Þetta ekki einfalt? Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Sjáu þið hvað þetta einfalt og hversu hvatningin ákveðin. Ekkert vafamál, bara pröfuðu mig, reyniðu mig og ég skal blessa ykkur ríkulega. Við fara yfir í Jósúa bók. Jósúa var sástu tók við leiðsögnin í Ísrael af Móse þegar Móse dó. Og nú þeir að komast inn í fyrirheimlandið og þar segir í 12. kaflanum hjá Jósúa, óttist því Drottinn og þjónið honum einlaglega og dyggilega og kastið burtu guðum þeim að feður yðar þjónuðu fyrir handan fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkið ekki þjóna drottni, þá kjósið í dag hverju þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður yðar þjónuðu, þeir byggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amoríta hverja land þér nú byggið, en ég og mínir ættmenn munum þjóna að drottni. Þá svaraði lýðurinn og sagði, fjarri sé það oss að yfirgefa drottin og þjóna öðrum guðum. Skulum fara yfir í 12. kafla hjá Markúsi aftur og þar segir Jesús settist gegn fjárhirslunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið, þá kom ekki ein fátæk og lét þar 2 smápeninga, 1 eiris virði. Og hann kallaði til sér lærisveina sína og sagði við þá, sannlega segja yður, þessi fátæka ekki gafi meira en allir hinir lögðu í fjárhirsluna. Allir gáfu þeir af alsnaktum sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg. Ég hef svo oft heyrt fólk segja, en ég bara geti þetta ekki. Ég hef ekki nóg út mánuðin, eða
ég verð að hafa fyrir börnum mín mat að borða, eða hvernig á ég að borga reikningana ef ég gerði þetta, að taka 10. hlutan af tekjum mínum. Drottinn ekkert að rökræða við okkur, hann bara hvetur okkur elskulega, fullur af kærleika og umhyggju, eins og skapari sjálfur, en það var hann skaparinn okkar. Hann segir, ég hlýt að geta séð okkur fyrir þessu, alveg svo ég skapaði ykkur og skapaði þennan heim. Ég á þetta allt saman hvað sem og nú ætlum ég bara að prófa ykkur, að þið hafa svo gott af því. Allt þetta leksía sem felst í því sem að Drottinn hefur verið að segja okkur í þessum yfirlýsingum sem við höfum rifjað upp hér í dag. Og hann hvetur okkur til þess að taka brot af því sem að gefur okkur hverju sinni og skila því til Drottins, til þess að fæðsla sé í húsi mínu, til þess að prestarnir í þá daga eða nú á dögum hafi eitthvað til að lifa af, því þeir áttu ekki að vinna neitt annað. Þegar landinu var skipt upp, þarna sem að Guð gaf Ísrael fyrir botni Miðjarðarhafs á milli ættkvíslanna 12, þá voru levítarnir sá ættbálkur sem fengu ekkert. Þetta var prestastéttin. Þeir áttu að lifa af því sem að allir hinir myndu skila til Drottins, til þess að hægt vera að gjalda laun þeim sem unnu við altari, eins og það segir. Unnu af boðuninni, að fæðsla væri til í húsi mínu, til þess að presturinn og fjölskyldur, þeir voru mækir prestarnir, hefðu eitthvað til hnífs og skeiðar, að þeir röktuðu ekki jörðina, eins og hinnar ættkvíslinnar. Og þannig það enn í dag. En til þess að fæðsla sé í húsi mínu, svo ég hugsi þá línu aðeins meira, við erum að færa fæðu, andlega fæðu út til landsins, landsbúa, til Íslendinga og jafnvel víðar heiminn. Mér finnst alveg dásamlegt þegar ég erlendis og hlusta á útvarpboðun í gegnum netið eða síman eða þessa tækni nútímans. En það við ætlast til þess að við sjáum til þess að það séu til fjármunir í förslu kirkjunnar til að hægt sé að koma boðskapnum hjálpræði Drottins öllum til handa út í loftið, og þess vegna rekum við útvarpboðun.is, og þegar við urðum til sem boðanakirkja, þá sá Guð til þess að við fengum ekki bara húsnæði, heldur líka útvarp. En svo segir hann við okkur, skiliði 10. til mín, svo að sé næg fæðsla bæði innan húsins í söfnuðinum og eins út í frá á meðal þjóðarinnar. Við höfum verk að vinna, vinir, og Guð að hvetja okkur í kærleika sínum, treystuðu mér. Og ég segi við Guðnir, treystu honum, það margborgar sig. Svo segir Jósúa, þetta með síðustu orðum hans, þegar hann tók við af Móse og að leggja línurnar fyrir Ísraels menn í fyrirheitna landinu, rétt komnir yfir ána. Þá segir hann, hann komið að því að hann að kveðja fyrirgefiði, hann sjálfur Jósúa. Sjá, ég geng nú veg allrar veraldar, en þér skulu vita af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar, að ekkert hefur brugðist af öllum þeim fyrirheitum Drottinn Guð hefur gefið yður. Öll hafa þau ræst, ekkert af þeim hefur brugðist. Það séu ykkur. Þetta Guð almáttugur að hvetja okkur til dáða. Og fyrirgefið mér, ég ætla að segja svolítið hérna núna sem að ég vona að þið takið ekki illa upp. Og það hérna verið að hvetja okkur til þess að hvetja okkur til dáða. Ætlum við að bregðast honum? Ætlum við að vera gungur í trúnni? Eða ætlum við að bregðast
trausti Guðs og sem hann hefur veitt okkur og sýnt okkur. Við segjum oft hérna á meðal okkar í boðunarkirkjunni að Guð gaf okkur þetta allt saman. Og hugsa sér að það var svo tími hérna, ég var staddur erlendis og þá voru hérna 2 konur, það er hérna Magne og Þórdís og eru hérna meðal okkar í dag. Þær voru hérna að spæsla og mála og laga til og gera þetta lífvænlegt fyrir tilbeiðsluhús. Og við höfum oft talað hvernig Guð sendi menn inn á götunni til að hjálpa okkur með eitt og annað. Einu sinni vorum við maðurinn hennar Magni, hann Hörður, við vorum 2 með kraftboran, við vorum með meitla og sleggjur að reyna að búa til boga yfir sömu dyrunni hérna í húsinu til að skapa þetta svolítið kirkjulegra. Þá kemur maður inn og segir, hvað eru þið að gera hér? Ég hef aldrei séð hennar mann áður og þetta ekki. Og við erum að reyna að búa til svolítið huggulegt hérna og svona eins og boga í kirkjudyrum. Já, það er ekkert vit í þessu. Hann sá hvað þetta gekk illa hjá okkur, sko. Við vorum að gera þarna svona hólur til þess að geta brotið svo í kringu það. Hann sagði, ég ætla að fara út í bæ og ná í verkfæri til að hjálpa ykkur með það. Hann var hjá orkufyrirtæki og kemur með þennan rosa múrbrjót sem við róguðumst með. Og þetta var eins og smjör að bora í gegnum steipuna. En þetta var 60 ára komið steipa þegar við yfirtókum þetta. Og nú vorum við með miklu og hamrarinn að hamast á þessu, þetta var næstu því vonlaust. En með þessum kraftbor, þá var þetta svo að skera smjör og að smyrja brauðsneið með eitthvað svoleiðis. Og hann reyndi seinna að vera mjög góð hjálpar hann því að hann var lærður pípulagningameistari og hann var líka lærður rafvirkjameistari. Svo hann hjálpa okkur bæði með pípulagnir og rafleiðslur og fyrir auðvitað þetta kraftatól. Og þetta eru svona sérstök atriði sem að ég minnist í fyrri tíð, hvernig Guð blessaði og hjálpaði okkur að byrja þennan söfnuð og útvarpið og hvað eina. En við skulum halda áfram. Í 5. Mósebók er að finna loka orð til þjóðarinnar, Ísraels. Það segir, og þetta er í 29. kafla, ég leiddi yður í 40 ár eyðimörkina. Föt yðar slitnuðu ekki á yður og skór þínir slitnuðu ekki á fótum þér. Brauð áttu þér ekki og vín eða áfengadrykk drukku þér ekki til þess að þér mætti skilja að ég er drottinn Guð yðar. Hann sá fyrir allu og þetta voru áfrýjunar orð. Ég hef séð fyrir ykkur fyrir þessu öllu í 40 ár. Nú bið ég ykkur að treysta mér áfram. Þetta er það sem felst í orðum hans. Ég minnist þess hérna áður fyrir að það voru menn, ekki síst erlendis, ég hef starfað erlendis í mörg ár, að þeir reiknuðu út 10. hlutin af akrinum. Þetta voru bændur. Og þeir sáu út, sko, já, þetta er 10. hlutin. Það er þessi hluti af akrinum sem við hugsaðum öðruvísi en við hugsaum í dag með 10. Því að þeir áttu ekki alltaf peninga til að skila 10. En þeir áttu afurðir sem þeir áttu nota til að versla aðrar afurðir. Og vörubíti, hvað heitir það nú á dögum. Svo 10. hlutin, sjómenninir. Við þekkjum ýmsa sjómenn hérna áður fyrr, kannski margir þeirra komnir undir græna torf í dag, að þeir héldu þetta fyrirheit drottins, tóku það til sín að treysta honum fyrir öllu saman í lífi þeirra eftir að þeir hefðu skilað
tíundinni til Guðs. Guð átti þetta allt saman, 100%, en okkar vegna, til þess að okkar trúarreynsla yrði sætari, betri og við gætum kynnst Guði ennþá betur með því að skila hluta af öllu því góða sem að Guð gefur okkur og bara 10. hlutan. En því miður, 10. hlutin virðist vera svo stór biti að afhenda Guði í augum margra. En þið ættu að prófa það, vinir. Svo ég hérna með mynd, þannig að ungi menn að smíða hús. Þetta ekki ég eða bróður minn, en við byggðum hús. Ég held ég að verið svona 19 ára, eitthvað svoleiðis, 20 ára, 20. Þá ákváðum við nonni að byggja hús í Njarðvíkunum. Það þetta 2 hæða hús. Ég átti að eiga neðri hæðina og hann efri. Við áttum ekkert til þess að byrja að byggja. Við unnum báðir á vellinu hjá Kananum, eins og það heitir, og þegar við fengum launin okkar á 2 vikna fresti, þá fórum við og keyptum timbur eða keyptum sementspoka, bara pínulítið í einu, skulduðum ekkert. Bara við grófum sjálfur sökkulinn og steftum í þetta, og svo þegar húsið var 2 hæða og þakið komið á og það var bara fókhelt. Þá seldi ég minn hluta og fór til Bandaríkjanna með fjölskyldunni minni og fór til náms í guðfræðinámi þar. En foreldrar mínir komið til mín og sagðu, þeir höfðu áhyggjur að það gengi ekki upp hjá okkur. Og komið til mín og sagðu, viltu ekki sækja undanþágu hjá söfnuðinum? Þá þurfur ekki að borga, þau notuðu orðið að borga 10. Ég sagði, nei, ég skila 10. til Drottins. Okkur ber að gera það. Þau skildu þetta ekki. Þau skildu það löngu seinna þegar þau tóku skýrn og skýrist inn í söfniðin. En þau höfðu engan skilning á þessu. Þetta var eitthvað svo í augum almennings svo vitlaust. Að eyða, að borga 10% eða fyrst 100.000 í laun að þá áttur að skila 10.000 til samnæðuris. Þeir fannst þetta bara eitthvað svo ókristilegt, óbiblíðilegt. Nei, þau áttu eftir að læra á þetta seinna. Það margborgaði sig að treysta Guði. En við skulum fara yfir í Sálminn 24. kafla. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa, því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall Drottins? Hver fær að dvelja á hans helga stað? Sá hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta, eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá Drottni og réttlætingu frá Guði hjálpræðis síns. Það gerðist í Ástralíu fyrir mörgum árum, já, jafnvel áratugum, að engisbrettu plága nálgaðist óðum og eyðilegði uppskeru bænda. Ég veit alveg hvernig þessar plágur geta orðið. Ég hefi upplifað það þegar að plága, það reyndar ekki plága í augum líkri manna þá, en það komu engisbrettu fyrirbæri sem að skyggðu alveg á himininn og það var hálfvirkur þar sem ég starfaði í Nígeríu þá. Og þessar engisbrettur í þessari plágu sem betur fyrir, þetta voru ekki þessar engisbrettur sem ég allt, en þessi kom og settist á hús og bíla og innfættir, þeim fannst þetta vera gjöf frá Guði því að þetta var svo tegund af engisbrettum sem sennilega Jóhannes skýrari borðaði. Það er sagt þar að hann borðaði engisbrettur og hunang. Þeir éta þetta eins og hunang, þeir steikja þessar engisbrettur, en það sem ég hefi upplifað í sambandi við svona engisbrettur sem koma æðandi yfir landi, þessi var góðkynja, ef hægt að segja þannig.
En það eru engisbrettu plágur sem éta allt. Það stenst ekkert fyrir þeim. Allt sem heitt gróður, það gufar upp. Og þetta gerðist í Ástralíu að það voru hjón sem höfðu kynst orði Guðs og lásu þessi fyrirmæli tíundina, að þeim bæri að skila tíundinni til safnaðarins svo að fæðsla veri til í húsi Drottins. Og þau höfðu gert þetta. Svo kemur þessi plága og þau sjá hana koma og bóndinn, hann var ekkert örvæntingafullur, en hann mundi eftir fyrirheitu Drottins. Hann kallar á konuna sína og börnin og með Biblíun í hendi, þá fór hann út á akurinn í áttina sem plágan myndi koma fyrst að landi hans. Þar krupu þau niður og myndu Drottinn á þetta fyrirheit. Og í þessu fyrirheiti í 3. kafla hjá Malaki, þá nefnir Drottinn sjálfur, ég mun halda plágunni frá þér. Veistu ykkur? Hann myndi Drottinn á þetta. Svo biðu þau þögul, hljóð og treystu hverju fyrirheiti Drottins að skila því sem Drottinn á. Og plágan fór yfir, en snert ekki landið þess, en áttu allt umhverfis lóðina eða landarinn hans. Og þau lofuðu Guð. Þetta snerist upp í lofgjörðar samkomu þarna, ein fjölskylda, að þakka Guði fyrir að standa skil á því sem að Guði ber. Svo komu nágrannarnir, alveg undrandi. Hvað af undrun? Akkur áttu þeir ekki þitt land? Þau sögðu þeim frá hvað Guð hefði lofað þeim ef að þau væru trúföst honum. Hvílík leksía fyrir aðra. Maður einn kom til Jesú og spurði, góða meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Hann svaraði, hví kallað þú mig góðan? Enginn góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drífa hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta. Heiðra föður þinn og móður. Það eru 2 orð þarna sem að vöktu mína athygli. Í gömlum þýðingum, texta svona annars staðar í Biblíunni, meðal annars í Malaki, það sem að minnið á að þið prettið mig, segir í sömu þýðingum. Sömu þýðingum nota orðið að stela. En í nútíma þýðingum, meðal annars hér hjá okkur, orðið að pretta nota, því það talið vera mildara að svona snuða smáðis. En í raun og veru erum við að taka það sem við höfum enga heimild til að taka. Þegar við notum 10. hlutan að tekjum okkar fyrir okkur sjálfum. Og hér talað bæði að stela og pretta. Skiptir ekki máli hvaða orðið nota. Við skulum vera heiðarlega hvað Guði vinir. Við erum hérna með bunka af dollaraseðlum. Það þykir vera góður gjaldmiðill nú til dags, en þá betri en okkar eigin. En við getum notað það. Hérna er bunki af dollarum. Og það er alveg sama hversu stór bunkin er sem við fáum í laun. Drottinn segir, gefðu mér, skelaðu til mín. 10. 10. hlutanum. Ef þú vinnur inn 100.000, þá eru það 10.000 sem eiga að fara til Drottins. Og hann á þetta allt saman hvað sem er. En hann leyfir þér að nota 90%, alveg þess að þú vilt. En 10. hlutan skal þér skila og ég skal blessa þér ríkulega, svoleiðis að það duga miklu betur 90%
eftir að þú hefur skilað 10 til drottins heldur en ef þú notar 100%. Og þetta hef ég séð fólk upplifa. Ég hef séð fólk, fjölskyldur, sem hafa algjörlega vantraust Guði. Þetta er ekki hægt. Og sumar þeirra hef ég séð vera í basli alla tíð. Og sumar jafnvel orðið gjaldþrota. Ég er ekki að segja að Guð sé að refsa fólki á þennan hátt, heldur bara hann leyfir okkur að upplifa það val sem við kjósum að vantreysta honum allt í lagi, þá eru þeir ánminnar blessunar. Einhvern veginn þannig felst í orðum hans. En treystu mér og ég skal sýna ykkur, segir hann, að þið getur betur lifað af 90% launanna ykkar þegar þið hlýðið drottni og fyrir heiti hans, heldur en þó þið notið allt saman. Drottinn fer ekkert. Þetta hafa margir upplifað og lært dýrmætar reynslur. Það borgar sig að treysta Guði. Í fyrra Korintubréfi 9. kafla segir vitið þér ekki að þeir sem vinna við helgidóminn, þetta eru predikararnir, lifa af því sem kemur úr helgidóminum og þeim sem starfa við altari taka hlut með altarinu. Þannig hefur Drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnaðarerindi skuli lifa af fagnaðarerindin. Sjáðu hvað er skýrt, skorinort. Þetta er það fyrirkomulag sem að Guð hefur ætlað okkur að við hafa. Og kristið fólk, hvar í söfnuðu sem þeir eru, þeim ber að taka mark á þessi fyrirheiti Drottins. Til þess að hægt sé að boða fagnaðarerindi, bæði innan hús í kirkjunum og eins annar staðar, eins og til dæmis með útvarpi eða sjónvarpi eða prentuðu máli sem kostar peninga að koma til landsmanna. Í öðru Korintubréfi 9. kafla lesum við að þetta segi ég. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera. Og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sjáu hvað þið skorinort og skýrt. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnugur að veita yfir allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðsverks. Hann meira sér allar að blessa okkur meira en þú gæti fengið fyrir 100%. Þetta er mynd af þjóðflokki í Afríku, í Kenía og Tansaníu. Og þeir lifa yfirleitt á landamærum Tansaníu og hérna Tansaníu, Kenía og Tansaníu. Þetta er hávært, eða svona, þau eru hávaksin, þetta fólk. Og þarna er fólk sem hefur upplifað að treysta Guði. En þeir lifa á nautgripum og það er mikið nautgripi þarna og þeir hafa ekki peninga eins og við lifum af endilega. Nefn að jú, þeir geta fengið pening með því að fara með nautgripina á markaðin og fengið og selt nautgripi og fengið pening til að kaupa annað, en þau eru oft með vörubíti. En svo gerðist það að maðurinn, hann heyrði í gegnum útvarp. Hann var ólæs, en hann var með batterís útvarp og hlustaði á aðventboðskapinn. Og þar heyrði hann að honum bæri að skila 10 til Guðs. Og hann gerði það. Og þannig er hann að telja sko 10 í flokka hann að sér. Og hann gerir svona eins og við gerum stundum þegar að fólk segir sko hann eða viðkomandi er alveg orðin galinn. Og þannig voru nágrannar hans gagnvart honum. Og þeir kvörtuðu yfir sko, hann væri mikið fífl að láta svona. Því að 100% duga betur heldur en 90% af hjörðinni.
En svo tóku við eftir því að nautgripir þessa manns báru yfirleitt 2 kálfum. Beljurnar áttu oft, mjög oft, óeðlilega oft að tala margra 2 kálfa. Yfirleitt eiga þessar kýr aðeins 1 kálf, en þeir áttu 2. Og hérna nú dæmi 1. En þessi með 2. Og þannig var það í reynslu þessa bónda. Og þá fór að fara nágrannana, aðra nautgripa eigenda. Hann fær miklu meira út af sinni hjörð en við. Og það var til þess að þeir fóru að tala við prestinn hans, þessa manns, og þeir ákváðu að gera eins og hann, að skela 10 til Guðs málefnis, og þeir fóru að fjölga, og það var bara orðin algild regla hjá þeim sem þetta gerðu, að kýrna þeirra eignast 2 kálfa í 100-tali. Þetta lifandi reynsla sem að fólk talar enn í dag á þessu svæðum, og þetta alveg undursamleg saga trúa reynslu, að treysta Guði og leyfa honum að sjá okkur fyrir lífsviðurværinu. Og það leiddi til skírna, margir skírðust, og þetta var alveg dásamlegu vitnisburð þessa eina manns sem var ólæs, en hann átti útvarp. Og þetta útvarp, þetta litla þessi batteríútvarp sem var alltaf með við eyrað á sig þegar hann gekk og taldi í hjörð sína, var til þess að fólki í 20-tali, 100-tali vildi fá að gera alveg eins og hann til að fá sömu blessun og hann. Við getum verið svo mikil fyrirmynd fyrir aðra, ekki að því að við viljum stæla okkur eða stærast af, heldur í auðmýkt skila Guði því sem hann á í fórum okkar, svo að aðri geti upplifað það sama. Að lokum, vinir, þá komum við að fyrirsögninni á þessu erindi. Það borgar sig að treysta Guði. Hann mun launa þér ríkulega þegar þú skilar 10 til hans. Prófaðu Drottinn. Og jafnvel þó að óvinnurinn reynið að gera þetta erfitt og draga úr þér kjarkin, ekki láta bugast. Því að Guð leyfir okkur stundum að upplifa erfiðleika, jafnvel þegar við erum trúföst. Ég hef upplifað það sjálfur, en það hefur alltaf borgað sig að treysta Guði og leyfa honum að vera ábyrgur fyrir velferð fjölskyldu minnar. Það margborgar sig að treysta Guði.